Til máls tekur störf þingsins hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Óttar Proppé. Virðulegur forseti, mér illa við fúsk og finnst ekki til ómikils mælst að keppa að því að stofnanir þjóðfélagsins starfi út frá heiðarleika, kærleika og með virðingu fyrir almenningi. Því miður fréttast sífellt dæmi af hinu gagnstæða. Á dögunum sneri ráðuneyti við ákvörðun þar sem íslenskum þegn var bannað að giftast ástinni sinni þar sem stofnun kaus að taka ekki mark á opinberum skjölum frá fjarlægu landi. Öryrkjar upplifa reglulega þá skömm að þurfa að sanna að varanleg fötlun þeirra hafi ekki gufað upp fyrir kraftaverk. Árlega lenda þúsundir bótaþega í skuld við kerfið þar sem opinberar reiknivélar reyndust ekki starfi sínu vaxnar, skuld sem dregin frá skammarlegum bótum sem eru langt undir framfærsluviðmiðum ráðuneyta. Yfirvöld reynast hafa hlerað síma þingmanna og við höldum úti sérstakri stofnun til þess að takmarka hvað íslenskir ríkisborgarar mega heita. Það eitthvað öfugsnúið við þetta allt saman, herra forseti. Herra forseti, eftir höfðinu dansa limirnir. Í umræðum í gær tillögu þjóðaratkvæðagreiðslu að ljúka aðildarviðræðum við Evrópusambandið hélt þingmaður Framsóknarflokksins því fram að flokkur sinn hefði aldrei lofað slíkri atkvæðagreiðslu fyrir kosningarnar 2013, þrátt fyrir ótal varðveitt dæmi nákvæmlega þetta loforð frá forystu flokksins á opinberum vettvangi og reyndar frá þingmanninum sjálfum. Hæstv. Fjármálaráðherra, formaður Sjálfstæðisflokksins, líkti ríkisstjórninni við leikskóla en dró svo í land eftir hávær mótmæli og viðurkenndi að það væri dónaskapur að líkja leikskólum landsins við ríkisstjórnina. Formaður Framsóknarflokksins lýsti því á dögunum yfir að stjórnarandstaðan þyrfti að lofa að þvælast ekki fyrir, en þessi sami þingmaður hefur varla sést hér í húsinu og eins og dagskrá dagsins ber með sér sést ekkert í þessi mikilvægu mál sem standa í vegi fyrir að hægt sé að ganga til kosninga. Búvörusamningur sem verið að troða í gegnum þingið gerður án nokkurrar aðkomu neytenda eða tillit til samkeppnissjónarmiða eða umhverfisþátta. Hv. formaður atvinnuveganefndar, hann kallar það einhliða sátt að samningarnir verði ekki bundin til 10 ára heldur bara til 3. En að von, virðulegi forseti, að virðing fyrir Alþingi og lykilstofnunum samfélagsins sé við frostmark. Ábyrgð okkar ekkert grín. Alþingi kosið af íslensku almenningi. Hér situr þingbundin ríkisstjórn í umboði forseta Íslands og tilgangurinn getur bara verið einn, þjónusta við almenning, og mér finnst ekki hrokafullt að ætlast til þess að við gerum betur.